Sigmundur, það ekki bara íslenska landsliðið sem að fara inn í sitt stærsta sumar. Þú ert sjálfur að fara inn í þitt stærsta sumar. Þú ert fyrstur Íslendingar til þess að dæma í lokakeppni Evrópukeppninnar. Hvernig meltist þetta nú allt saman? Þetta meltist nú bara ágætlega og leggst mjög vel í mig. Ég fæ góðan undirbúning. Ég náttúrulega var dæmdi smáþjóðleikunum heima fyrir að fyrsta. Og svo ég að fara núna miðvikudaginn með 18 ára liðum til Austurríkis. Það verða held ég einhver 8-9 leikir þar. Og svo mun ég dæma leiki á móti Hollandi 7. og 9. Heima. Og svo fer ég með landsliðinu út bæði til Eistlands og Póllands og dæmi á æfingamótum með þeim. Verður að dæma í þessum erlendu verkefnum eins og æfingamótunum með eitthvað af öðrum dómurum sem verða í Berlín eða Frakklandi eða Ríga? Já, á þess ég viti það örugglega þá veit ég að það eru dómarar að æfa sig út alla Evrópu sem að fara á Eurobasket og klálega verið að dæma með dómurum sem að fara þangað. Einhverjir kollegar sem þú veist að þú munir dæma með, þú missir vitaskuld af leikjum íslenska liðsins, þá verður enga síður fjör hjá þér? Já, ég er búinn að fá lista yfir þá sem verða í Ríga, 10 dómarar og ég hef dæmt með held ég 8 þeirra og þekki til hinna 2. En þú þekkir ekki til þess að undirbúa þig fyrir þetta svið. Hvað ertu að gera nákvæmlega til þess að mæta klára inn í þetta? Þetta einhver hugarþjálfun líka ekki sett? Jú, ég er þáttakandi í verkefni sem við vinnum mikið á netinu sem að snýra andlegum undirbúningi og alls konar vídeóvinnu. Og svo hef ég bara verið að halda mér í toppformi og tek þrekpróf til dæmis 6 sinnum áður en ég fer út á kliník í Þýskalandi sem ég þarf líka að standast þrekpróf og eitthvað annað sem ég veit ekki alveg hvernig nákvæmlega núna. En ef við ræðum að þessum drengin okkar og þú náttúrulega þekkir aðeins betur en margir til Evrópuboltans og þú hefur dæmt mikið af Evrópukeppnum félagsliða og fleira. Við erum að fara inn í umhverfi sem við höfum bara séð í sjónvarpinu en að mæta á parketti, það væntanlega svolítið öðruvísi. Já, ég held þetta verði rosalega skemmtilegt fyrst og fremst fyrir þá að upplifa og eins og mig fyrir þá að upplifa það að taka þátt í svona stóru móti og á móti svona stóru liðum. Þeir eru náttúrulega í rosalegum riðli þar sem eru risa þjóðir og ég held að almenningur í Íslandi, svona hinn almenni áhugamaður gerir sér ekki alveg grein fyrir styrkleika þessara þjóða sem þeir eru að fara að mæta en þetta verður klárlega verðugt verkefni. Jón Arnór talaði það í viðtali við okkur hérna að það nú kannski skínið aðeins í það hvað væri í vændum þegar við spilum á móti Svartfellingum í höllinni. Geturðu tekið undir með honum? Já, algjörlega sko. Þetta eru gæði þessara liða og í þeirra heimalöndum þetta eru risa deildir sko. Og eins og segi, körfubolti í þessum löndum svo stór að við gerum okkur ekki grein fyrir því flest hérna á Íslandi hvað þetta stórt en þetta verður klárlega skemmtilegt. Sigmundur, takk fyrir spjallið og gangið vel í undirbúningum. Takk fyrir það.